Nú skólahald allt komið undir eitt þak hér á Hvammstanga. Hvernig kom það til að það var gert? Það kannski búið að vera langur aðdragandi að því. Í raun og veru með sameiningu sveitarfélagana fyrir ríflega 10 árum síðan þá var talað að færa skólahald allt á eitt stað og það hefur svona tekið langan tíma að velta þessu fyrir sér og svona ákvað með hvaða hætti að gera þetta. Það kannski núna undanfarin svona tvö ár sem við höfum farið svona í vinnu innanhús, hvernig við viljum sjá þetta fyrir okkur og kannski með nýjum kennsluháttum, hvernig við viljum sjá húsnæðið, að skólinn sé vinnustaðurinn en ekki bara kennslustofur, þá erum við að gera þetta með þeim hætti að við erum að nýta allt húsnæðið, ekki bara hluta þess. Þannig að þannig tekst okkur að gera þetta þannig að við komum öllum vel fyrir í einu húsnæði á þess að byggja við. Til að upplýsa það fyrir þá sem á okkur horfa, þá var skólinn á 2 stöðum, hér og á Laugarbakka, það ekki rétt? Jú, það búið að vera í þó nokkuð mörg ár núna þannig að 1. til 4. bekk hefur verið kennt á Hvammstanga og 5. til 10. bekk á Laugarbakka. Síðan líka skóli sem ennþá 1. til 4. bekkur á Borðeyri og hann ennþá, það eru nemendur í 1. til 4. bekk, það eru 7 nemendur þar en þau koma hingað á miðvikudögum. Þannig við höfum samstarf það líka. Þetta hefur kallað á mikinn skólaakstur eða hvað og gerir enn? Já, það mjög mikill skólaakstur í sveitarfélaginu. Bæði náttúrulega var mikill skólaakstur sem fylgdi því að keyra nemendur á milli staða, sem sagt Hvammstanga og Laugarbakka. En þar fyrir utan erum við með 12 leiðir skólabíla enn þann dag í dag. Þær voru 13, þannig að það fækkaði með eina við breytinguna. Og það kannski gerir sér ekki allir grein fyrir því hvað þetta gífurlega kostnaðarsamt þessi skólaakstur og kannski líka erfiður fyrir börnin eða hvað? Já, hann það vissulega og kannski sérstaklega fyrir yngstu nemendurnar sem eiga lengst að sækja. En þá höfum við nemendur hafa kost á því í yngstu bekkjunum það sem við köllum heimadag. Það sem að foreldrar eiga þá í samstarfi við kennarana að á miðvikudögum geti þau verið heima og fengi þá verkefni með sér heim. Og það svona mismunandi hversu mikið foreldrar nýta sér þetta og það fer líka eftir árstíðum. Ef svona dimmasta tíman þá það meira nýtt heldur en á kannski vorin og haustin. Hvað ertu með margar nemendur núna? Hérna í skólanum hér eru 164 nemendur og 7 á Borðeyri, þannig að við erum 171 nemend á grunnskólaaldri í Húnaþingi vestra. Þú nefndir þarna í byrjun að þetta hefði tekið í raun kannski 10 ár. Var það kannski ekki bara tími sem þurfti til þess að þetta tækist? Ég held að það sé akkurat það að það var töluverð breyting þegar sveitarfélagin voru sameinuð vegna þess að þá voru 2 skólar lagðir niður í Vesturhópi og í Staðarhreppi. Og það eru töluvert mikil átök fyrir lítil samfélög að leggja niður skóla og breyta skólahaldi. Vegna skólinn alltaf svona hjarta í hverju samfélagi. Þannig að það eru mjög sterk og gild tilfinningarök sem að fylgja slíkum ákvörðunum. Þú talaði líka svona tæknina. Hvernig nýtið tæknina til þess að efla námið? Við höfum verið að velta mikið fyrir okkur tölvutækni í skólastarfi og kannski fyrir örfáum árum að þá voru settar upp tölvustofur og það verið að kenna á tölvur. Það má eiginlega segja að við erum að stíga kannski í aðra átt núna. Við erum eiginlega alveg hægt að kenna á tölvur. Þær eru meira hluti af vinnutækjum nemenda. Í síðustu viku eða fyrir hálfum mánuði síðan þá opnuðum við gerum tilraun með að opna opið net fyrir nemendur í 7. til 10. bekk þannig að þau hafa opinn aðgang fyrir sín tæki og hérna á ganginum erum við bara með tölvur sem þá nýttar bæði í frímínútum og í námi og kennslu þannig að tölvur eru kannski nánast að verða eins og blýantur var áður, það bara sjálfsagt tæki sem þú notar í lífinu og fyrir unglinga í dag þá internetið orðið bara sjálfsagður hlutur og bara allt annað þannig að af hverju eigum við ekki að nýta okkur það í námi og kennslu. Við reynum að leggja áherslu á það og höfum einsett okkur að
miða okkur við einstaklingsmiðaðra nám og þetta ein leiðin í því að reynslan hefur líka kennt okkur að stór hluti af þröskuldum í námi barna og vandamálum hefur eingöngu verið vandamál í skólum en ekki í daglegu lífi vegna þess að skóli hefur kannski of lengi byggt á ákveðnum viðmiðum nám en ef við opnum leiðirnar og fáum nemendur og foreldra í lið með okkur þannig að nemendur sjálfir finni sína leið fram hjá vandamálunum eða þröskuldunum eins og þeir myndu gera í daglegu lífi að það gefur góða raun. Og ég held að það sé alltaf nauðsynlegt að vera óhræddur við að gera tilraunir. Við getum þá metið árangurinn af þeim.